Á síðasta ári þá var tekið ákvörðun að sameina tvær deildir, legudeildir sem þá legudeild krabbameinssjúklinga og blóðmeina. Og þetta eru tvær deildir sem hafa unnið mikið saman gegnum árin en ekki verið undir sömu stjórn. Og þetta var því stórt skref og mikil breyting fyrir starfsemina að sameina þetta allt undir eina deild og einn deildarstjóra. Og ég tel þetta að vera mikið tækifæri fyrir þetta fag og það sem að gerir að þetta mjög sérhæft starf og þeir sem eru þarna liggja inni bæði með langt gengin krabbamein og líka þeir sem eru í krabbameinslyfja meðferð sem krefjast mikla sérhæfingar í hjúkrun og hjá öðru heilbrigðisstarfsfólki. Og núna verðum við stærri hópur sem að koma að þessu og þá að efla nám og hæfni og mér líst mjög vel á þessa sameiningu og í henni felst mikil og stór tækifæri fyrir fagið til framtíðar. Þessi sameining flókin og það komið þarna kannski mismunandi sjónarmið sem að þarf að vinna með en efla hópinn og styrkja. Þetta eru vissulega tvær ólíkar sérgreinar en deila engu að síður ýmsu og þarna var mjög mikilvægt að varðveita þá sérþekkingu sem hefur skapast innan hvorrar greina fyrir sig. Og varðandi blóðlækningana þá erum við að veita mjög sérhæfða meðferð, við erum að veita háskammtameðferð með stofnfrumu ígræðslu og það er meðferð sem við þurfum að halda áfram að geta veitt og við viljum leggja áherslu á að auka þjónustuna við sjúklinginn, auka sérhæfða þjónustu. Þau tækifæri sem við sjáum líka í þessari sameiningu að auka samvinnu við dag- og göngudeild þar sem að það verður meira flæði á milli, við getum fækkað komum sjúklinga á bráðamóttökuna okkar skjólstæðinga og jafnframt auka samvinnu við líknardeild og þannig búa til góðan kjarna sem að veitir alhliða þjónustu fyrir sjúklinginn. Blóð- og krabbameinslækningadeildin er vel búin af mjög hæfum hjúkrunarfræðingum og læknum og sjúkraliðum og öllum fagstéttum. Þar sem að er bara mjög spennandi tækifæri framundan til þess að læra meira og útvíkka sína sérhæfingu og mjög góður andi á deildinni. Allir eru mjög samtaka í að láta þessa sameiningu verða sem allra besta. Nú þessi sameining, krabbameins- og blóðlækningadeild að hún skapar ákveðin grunn fyrir það sem að koma skal á nýjum spítala og við erum að leggja línurnar í því hvernig við viljum sjá þessa þjónustu, ekki bara legudeildin heldur alla krabbameinsþjónustuna á nýjum spítala. Þegar svona sameiningar eiga sér stað, þær geta verið býsna flóknar og þarna eru heilmiklar tilfinningar í spilinu. Og til þess að sameiningin lukkist þá þarf að vera mjög góð verkefnaáætlun og maður þarf að ætla sér tíma. Það er lágmark 2 ár en geti tekið jafnvel lengri tíma. Og núna erum við búin að birta mjög metnaðarfulla og flotta verkefnaáætlun sem nær til áramóta sem tekur á öllum þáttum sem þarf í sameiningu. Það er stjórnunin, það er mönnun, það er þjálfun, það er allt skipulag, það er verkferlar, húsnæði og svo framvegis. Og það er mitt hlutverk sem nýs deildarstjóra á þessari einingu að fylgja þessari áætlun eftir ásamt öðrum stjórnendum. Þetta er stór eining, núna erum 120 manns í hjúkrun og ég tók við þessu starfi fyrir 2 mánuðum. Og ég ætla að segja það að hér er vel tekið á móti manni og hér er gott að vera. Og hér er ótrúlega flott starfsfólk, mjög hæfileikaríkt, fullt af áhuga að gera betur fyrir okkar skjólstæðinga. Þannig að ég lít þetta verkefni björtum augum. Það er ekkert nema bjart framundan hjá okkur. Með svona flottum hóp, við getum gert eiginlega bara allt.